Það komið að hápunkti morgunsins og dagsins hjá okkur. Það afhending Nýsköpunarverðlauna Íslands 2012. En þau eru veitt af Rannís, Íslandsstofu, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins til þess fyrirtækis sem þykir hafa skarað fram úr í þróun nýrrar vöru eða þjónustu sem byggðar á rannsóknar og vísindastarfi og vænleg til að ná árangri á markaði. Ég ætla ekki að segja meira verðlaunin. Ég ætla reyndar að segja ykkur frá gripnum. Verðlaunagripurinn sem fyrr okkar frábæri frjósemis Guð Freyr og hann eftir Hallstein Sigurðsson myndhöggvara. Og ég ætla ekki að hafa þennan inngang lengri. Ég ætla að biðja iðnaðarráðherra, Oddnýju G. Harðardóttur, að koma hér og gera grein fyrir vali á nýsköpunarfyrirtæki ársins og hún mun síðan tilkynna hverju koma hér til að taka á móti. Gjörðu. Kæru fundargestir, mér langar fyrst að þakka fyrir þennan morgunfund. Hann hefur verið góð hugvekja og ég hef lært mjög margt bæði sem iðnaðarráðherra og eins sem fjármálaráðherra. Þó að ég get ekki fullyrt að við tökum upp reglu borgarleikhússins í fjármálaráðuneytinu að segja já við öllum hugmyndum, að þá getum við allavega séð til þess að sá agi og það regluverk sem við smíðum í fjármálaráðuneytinu að það hamli ekki nýsköpun heldur þvert á móti hvetji til hennar. En þá komið að því sem allt snýst að uppljóstra hvaða fyrirtæki það sem að hlýtur Nýsköpunarverðlaun Íslands árið 2012. Við valið litið til þess hvort fyrirtækið sé byggt á nýskapandi tækni og hugmynd og sé kröfu hart á þekkingu. Þá lagt mat á virðisauka afurða og hvort fyrirtækið hafi náð árangri á markaði. Metið hvort líkur sé á að fyrirtækið haldi velli og hvort stjórnun nýsköpunar sé til eftirbreytni. Og að lokum metið hvort fyrirtækið sé hvatning fyrir aðra að feta sömu slóð. Það því ekki fyrir hvaða fyrirtæki sem að komast í gegnum nálarauga dómnefndar. En að þessu sinni fara verðlaunin norður á Siglufjörð. Það fyrirtækið Primex sem að hlýtur Nýsköpunarverðlaun ársins 2012. Primex var stofnað árið 1997 og framleiðir kítín og kítósan úr rækjuskel. Kítósan verðmætt og eftirsótt efni, sér í lagi á erlendum mörkuðum og hefur fyrirtækið náð góðri markaðsstöðu í Bandaríkjunum, Asíu og Evrópu. Auk þess sem fyrirtækið komst nýlega inn á markað í Rússlandi. Eiginleikar kítósans eru nýttir við framleiðslu á fæðubótaefnum, sárameðferðarefnum og snyrtivörum, auk þess sem það notað í vínframleiðslu og matvæli. Í matvælaframleiðslu efni notað sem náttúrulegar trefjar og rotvarnarefni og hefur þessi nýji notkunarmöguleiki og opna fyrirtækinu fleiri tækifæri. Ég vil biðja Sigríði Vigdísi Vigfúsdóttur, markaðsstjóra Primex ásamt starfsfólki, að veita Nýsköpunarverðlaun Íslands árið 2012 viðtöku. Gjarna fá restina af Primex teiminu til að taka þátt í þessu hérna með okkur upp á sviði.
Góðir gestir, það mér sönn ánægja að fá að mæta hér fyrir hönd Prímex og taka við nýsköpunarverðlaunum Íslands árið 2012. Það þarf ekki að segja ykkur sem hér eru stödd að það langur vegur frá hugmynd að fyrirtækinu fæðist þar til við erum komin á þann stað sem við erum nú og erum talin verðug þess að fá viðurkenningu þá sem nú við erum að hljóta. Á þeirri leið hafa margir lagt hönd á plóg. Fyrst vil ég nefna okkar góða starfsfólk en Prímex þeirra gæfu að njótandi að hafa öflugan og samhentan hóp starfsmanna sem hefur verið áhugasamur og virkur í þróun á okkar framleiðslu vörum. Jákvæð viðhorf og þáttaka starfsfólks skiptir öllu í samstarfi og þróunarstarfi á uppbyggingu á sprotafyrirtæki eins og Prímex. Þá hefur nýsköpunarsjóður verið eitt stærsti hluthafi í fyrirtækjunum árabil og veitti margvíslegan stuðning. Við höfum fengið þróunarstyrki og ráðgjöf frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Íslandsstofu, Byggðastofnun og Rannís. Jákvæð viðhorf og góð ráð þessara aðila eru okkur og öðrum fyrirtækjum í vöruþróunarferli gríðarlega mikilvæg. Það mikilvægi felst þó ekki eingöngu í þeim fjármunum sem lagðir eru til. Það hvatningin sem þeim fylgir sem skiptir svo miklu máli. Þá eru nýsköpunarverðlaunin okkur mikilvæg staðfesting á því að við séum á réttri leið, jafnframt því sem þau munu án efa nýtast okkur í áframhaldandi sókn á mörkuðum okkar erlendis. Ég held að ég tali fyrir munn flestra sem komið hafa að nýsköpun á Íslandi þegar ég segi að stöðuleiki í starfsumhverfi fyrirtækja skiptir sköpum þegar við erum komin inn á verðmætamarkaði erlendis eins og til dæmis Prímex. Forsenda þess að eiga viðskipti við stórfyrirtæki á borði Christian Dior, L'Oreal, tannkremrisan Colgate að hægt sé að uppfylla skilyrði stöðuleika og sjálfbærni. Hjá Prímex hefur yfir 1 milljarða króna verið varið í uppbyggingu og nýsköpun. Auk nýsköpunarsjóðs eru sjávarútvegsfyrirtækin, Rammi, Samherji og Síldarvinnslan í hópi helstu hluthafa en þau eiga yfir 70% hlutafjár Prímex. Það full ástæða að hafa áhyggjur af framtíð nýsköpunar sem tengist sjávarútvegi gangi áform stjórnvalda ofurskattlagningu á greinina eftir. Að lokum vil ég segja, lengi lifi nýsköpun á Íslandi. Takk fyrir.